Úrslitakeppnin í skólahreysti fór fram í Laugardalshöll í gær og í ár var það Heiðarskóli Reykjanesbæ sem sigraði. Þetta er frábær árangur í Heiðarskóla sem landaði þarna sínum 3. sigri. Í ár voru það 2 lið úr Reykjanesbæ sem tóku þátt í úrslitakeppninni, en auk Heiðarskóla tók Holtaskóli einnig þátt. Holtaskóli hefur unnið þessa keppni 5 sinnum og hafa því þessir 2 skólar unnið 8 af síðustu 10 keppnum. Ég tók viðtal við krakka úr báðum liðum daginn fyrir keppnina og fylgdi þeim síðan í Laugardalshöll þar sem keppnin fór fram. Er þetta í fyrsta sinn sem ég keppi í skólahreysti? Nei, þetta er ekki í fyrsta skipti mitt. Þetta er fyrsta skipti sem ég keppi í skólahreysti. Ég keppti á seinasta ári, í 9. bekk. Þetta er fyrsta skipti sem ég keppi. Nei, ég keppti í fyrra. Þetta er fyrsta skipti mitt. Og hvað er búin að hafa ykkur lengi? Síðan í desember. Ég byrjaði í 8. bekk að æfa mig fyrir þetta. Ég byrjaði svona almennilega að æfa mig í 9. bekk. Og þeir eru búin að hafa ykkur í mjög langan tíma. Hvað áhrif hefur skólahreysti haft á líf ykkar í sambandi við til dæmis mataræði? Við erum sem sagt núna daginn eftir páskana þá kom þjálfarinn með uppástungu að mættum ekki borða neitt nammi eða neitt óhollt eða eitthvað þannig. Þangað til að keppninni. Við erum búin að... Þannig að bara bíðum spennt þangað til að keppnin er búin, þá getum við borðað nammi. Já, mataræði breyttist nokkuð mikið. Ég byrjaði að borða meira hollt á þannig. Og hreyfingin, ég veit miklu meiri hreyfingu út af því. Já, bara að fatta hversu mikið að gera fyrir mann, að borða hollara og svona þess. Hvað fer í gegnum hugan ykkar þegar þið eru alveg að fara að leggjast það? Sko, í rauninni þá, við hugsum eiginlega ekkert. Við ætlum okkur bara að vinna hinn einstaklinginn. Bara let's go. Bara eiginlega ekki neitt, sko. Nei, ég veit ekkert hvað er að gera, sko. Ekkert stress? Nei. Jú, mjög mikið stress, sko. Ég er alveg að deyja úr stressi inn í bílinu, sko. Mikið stress, svona klukkutíma fyrir keppni, en svo þegar maður komin í bílinn þá er ekkert stress. Já. Hvaða íþróttaæfið og halda hann hafa eitthvað hjálpað? Ég hef sund og já, örugglega mikið. Ég hef körfubolta, ég held að það sé bara betra fyrir formið og svoleiðis. Já, ég hef fótbolta og það hjálpaði mér með þolið fyrir alla brautina. Og ég er að æfa körfubolta. Ég hef hópfimleika og þú veist, já, það er alveg styrkurinn og svona, skiljum við það, ég held það alveg. Já, ég hef taekwondo og mikil snerpa og styrkur og svona í því. Holtaskóli hefur staðið sig gífurlega vel í skólahreysti með 5 sigra og 1 annarsæti síðustu 7 ár. Af hverju heldur að það sé? Hvað hefur Holtaskóli sem aðrir skólar hafa ekki? Það er rauninni bara metnaður í skólanum og... Við leggjum mikið á þetta. Við leggjum okkur fram í æfingarnar og gerum okkar besta. Síðan er náttúrulega stuðningurinn. Það er lagt miklu áherslu á að sem flesti koma og stuðja okkur. Er þið með eitthvað persónulegt met? Ég seti 2 armbögir og 3:30 í hanga. Bara það sem ég gerði í skólahreysti-keppninni. 42 uppbyggingar og 44 tímar. Og af hverju vildu þið keppa? Það er bara ógeðslega gaman og bara fyrir hönd skólans að taka þátt. Já, bara mikil heiður. Og af hverju halda það sé svona svakalega mikil samkeppni milli Holtaskóla og Heiðarskóla? Þetta er nágrannaskólan alltaf. Já, þetta er skólinn hérna Reykjanesbæ og... Svo náttúrulega vinir okkar í þessu og þú veist. Já, við viljum vinna okkur. Já. Já, náttúrulega þetta er eiginlega skólinn við hliðina og við viljum alltaf vera betri en þeir. Og hafið ykkur ráð fyrir krakka sem vilja taka þátt í skólahreysti í framtíðinni? Bara ekki vera hrædd við það, þetta er ógeðslega gaman. Já. Og þú veist, ef þið vilja þá bara klárlega að gera það, sko. Nákvæmlega. Þetta er ógeðslega gaman. Ekki gefast upp. Bara metnaður.